Já, hann Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur, skrifaði grein í Kjarnan daginn og var óskað eftir þjóðarsátt efnahagsaðgerðir og í tengslu við kjarasamninga og hann er hingað kominn, hann er reyndar ekki hingað kominn, hann er staddur í London. Blessaður Jónas. Já, sæll. Herðu, það sem að þú byrjar eiginlega greinina á því að fjalla það hvernig verðbólgan leggst ólíkt á tekjuhópa og ert að því að mér fannst eiginlega að reyna að færa rök fyrir því að verðbólga leiki svo illa neyslu hinna lægslaunuðu að það sé næstu í tómt mál að tala að hægt sé að hækka launin upp í það. Verður til í að útskýra aðeins fyrir okkur? Já, bara mér finnst það mjög mikilvægur punktur að muna í allir þessari umræðu verðbólgu og þá kannski bara til þess að tengja inn á hversu mikilvægt það er að ná henni niður er það að hún bitnar mest á þessum sem að hafa minnst milli handana og það er alveg frekar einföld útskýring af því, ég fór kannski svolítið langa leið að útskýra það en það er bara vegna þess að þeir eyða stærsta hlutfallinu sínu af tekjum í neyslu. Þannig að ef þú ert að eyða, ef að neyslukarfaðinn og allt sem þú þarft að kaupa inn í til þess að lifa þínu eðlilegu lífi ef það hækkar 5% í verði þá þarft þú að minnka við neysluna þína eða bara auka við skuldsetningu á meðan sá sem er ríkur og eyðir kannski fjórðunga tekjunum sínum í neyslu hann málu við því að fá smá verðhækkun á sinni neyslukurfu. Og hefur líka val með að hann getur seinkað neyslu og annað slíkt. Algjörlega. Já. Hann getur gengið á sparnaðinn sinn og náttúrulega fengið lánuðvöldra og þannig. Þannig að þetta er fyrst mér grundvallaratriði í allri umræðu verðbólgu að þetta er fyrst og fremst vandamál þeirra sem eru tekjulágir. Þú sýndu þess með graf í greininni, ég held að við getum tekið það hérna upp, þar sem að þú reynir að meta það hvað þyrfti að hækka laun mikið til þess að vega þetta upp og 25% landsmanna sem eru með lægstu tekjurnar þyrftu að fá, hvað er þetta, tæplega 17% launahækkun til þess að vega upp verðbólguna. Ársbyrjun 2020, þannig að þetta er ekki á einu ári, þetta er frá svona rétt fyrir faraldurinn og áður en að allt gerðist tvítengdu. En kannski það sem er bara áhugaverðast og sagan í þessari mynd segir sko hversu miklu erfiðara er fyrir tekjulága heldur en tekjuháa. Prósenturnar skipta kannski ekki öllu máli þarna. Auðvitað sýna það líka að laun þurfa að hækka ágætlega mikið. Þau hafa líka hækkað á þessu tímabili. En að það sé svo margfalt erfiðara fyrir tekjulægsta fjórðunginn að verðbólgan sé svona há heldur en fyrir tekjuhæsta fjórðung. Og þú metur það svo að það sé óraunhæft að það sé hægt að hækka lægstu laun svona mikið eða ertu að segja það að ef að lægstu laun eru hækka svona mikið má reikna með að hækkanirnar fari upp stigann? Allavega ertu að svona draga ályktanir þarna í greininu það að það þurfi sérstakar aðgerðir, aðrar heldur en launahækkanir til þess að bæta stöðu eða verja þau sem eru með lægstu tekjurnar fyrir verðbólgunni. Já, það er bara frekar svona mikil sátt svona meðal hagfræðinga það að það er að einhverju leyti á einhverjum tímapunkti þá á maður í hættu á að lenda í spíral af hækkandi laun og verðlagi. Hvenær sá punktur er óvíst, þannig að ég get ekki sagt til það að laun hækka x% þá mun verðbólgan hækka x%. Þetta er ekki svona einfalt samband þarna á milli, en það er aftur á móti eitthvað samband. Og ef við ætlum að hækka laun og sérstaklega núna þar sem að verðbólgan mjög há og verðbólguvæntingar eru líka ágætlega háar ennþá, þá eigum við bara í hættu á þau að halda áfram þessari verðbólgu og það mun halda áfram á að bitna á hinum lægst launuðu. Þannig að mér finnst það skynsamlegri aðgerð að ráðast frekar í sértækar aðgerðir. Þetta er alltaf þannig, til þess að ná niður verðbólgu, þá þarf alltaf sársaukafullar aðgerðir. Spurningin er bara á hverjum eiga þessar aðgerðir að bitna.
En ef við tökum sértækar aðgerðir til þess að verja þau sem eru með lægstu tekjurnar fyrir verðbólgunni, hverjar geta þær til dæmis verið? Það getur bara verið reynar millifærslur, eða það getur verið hækkun barnabóta, það getur verið hækkun allskyns annarra bóta, svo líka alls konar í gegnum bótakerfið bara. Það er það helsta sem ég sé fyrir mér. Svo getur líka bara verið peningur í umslag og sendir til tekjulágra heimila. Það hefur verið gert núna í COVID-faraldrinum í Bandaríkjunum og hefur sína kosti og svona galla, en hún er allavega mjög einföld aðgerð og skilar sínu upp á vissu marki. Og þú talar að aukna skattheimtu af þeim sem eru aflögufærir, nefnir fjármálakerfið og sjávarútveginn og fleira og vísa til þess sem er verið að gera í öðrum löndum sem eru hvalrekaskattur og orkufyrirtæki og hækkun á auðlindagjaldi fiskeldisfyrirtæki í Noregi. Er það til þess að fjármagna aðgerðir til þess að verja tekjulágu fyrir verðbólgunni, eða er þetta aðgerð til þess að draga úr verðbólgu? Þetta er aðgerð til þess að draga úr verðbólgu. Ríkisfjármál eru aðeins öðruvísi heldur en heimilisfjármál. Þannig að það er ekki beint þannig að hver króna sem er tekin í skattheimtu fari til heimilina. En hún er miklu frekar gerð samhliða þess að við séum að styrkja lágtekju heimili. En að verðbólga verður til að við erum að auka peningamagn í umferð svona mikið og auka hættuna á þenslu í hagkerfinu. Þannig að ef við ætlum að þenja eða gefa út einhvern pening frá henni opinbera út í hagkerfið, það þurfa kannski að taka hann í burtu annars staðar til þess að hagkerfið ofhitni ekki. Það er miklu frekar að horfa á þannig sem einhvers konar hitastilli heldur en að það sé einhvern konar millifærslu. En virka þá skattahækkanir ekki bara svipað og vaxtahækkanir? Það er verið að taka peninga úr umferð? Jú, að skattahækkanir er ekki notaðar í peningastefnu venjulega og eru miklu verra tæki til þess að ná niður verðbólgu svona heldur en vaxtahækkanir. Við vitum betur hvernig vaxtahækkanir virka og skattahækkanir geta haft ýmis önnur áhrif sem eru slæm fyrir fjárfestingu og meira. Þannig að það er svona sem við erum ekkert mikið að nota þessa skatta og það er svona kannski sem að Seðlabankinn hefur ekki vald til þess að hækka og lækka skatta til þess að halda verðstöðugleika. En við erum að tala þetta er frekar svona auka aðgerð til þess að færa byrðarnar yfir á þeim sem að geta borið þær. En nú í Evrópu ríkisstjórnir að grípa til aðgerða út af verðbólgu, út af hækkunum á orku og verið að hækka vexti hér og þar og það er svona samspil aðgerðum Seðlabanka og síðan ríkisstjórna. Hérna heima hefur verið svolítið bent á það að þetta sé ekki alveg komið fram. Hvað er það sem að ríkisstjórnin ætlar að gera? Hún vísar til þess að ég eftir að koma eitthvað meira, þetta er að koma aðgerðir í húsnæðismálum, ýmislegt í tengslum við kjarasamninga sem ég eftir að fylla myndina. Hvað er það sem að þér finnst vanta svona í myndina hjá stjórnvöldum, því að ef við aðgreinum Seðlabanka frá að þá hefur Ásgeir sagt að hann vil sé að gefa boltan og nú verði einhverjar að taka hann, aðalega vinnumarkaðarins, en líka stjórnvöld. Hvað er það sem að vantar í stefnuna hjá íslensku stjórnvöldum? Þetta er alltaf erfið staða í ríkisfjármálum. Þú átt að fylgja hagtveiflunni og til þess að minnka þessa hættu á verðbólgu og þá þarftu að halda að þér og síðan gefa frá á nákvæmlega réttum tíma. Og við sáum að kannski í COVID voru allir að lofa fjárfestingar átaki til þess að halda hagkerfinu gangandi og einhvers konar aðgerðum var hleypt af stað að nafninu til, en margar af þessum fjárfestingum ekki byrjaðar og þetta er alltaf svo mikið högt á öllum svoleiðis aðgerðum. Þannig að það eru ekki gott, það er erfitt að segja hvað ég myndi vilja sjá hjá þeim. Ég myndi vilja sjá að fullt af aðgerðum sem að auka þenslu séu ekki fara að gera það lengur. Ég var mjög gagnrýninn á það
þegar ríkisstjórnin hleypti í gegn átakinu Allir vinna sem að lækkaði skatta á leyfði endurgreiðslu á sköttum á viðhaldi húsnæðis sem var eiginlega bara þensluaðgerð til byggingageirans þegar hún þurfti ekki á þensluaðgerð að halda. Og það kannski meira svona samhengi í því sem að ég myndi frekar vilja sjá og að það séu svona allavega einhverju leyti samstíga Seðlabankanum í sinni peningastefnu. Umsagnir BSRB og BHM undanfarið fjárlagafrumvarpið, það var snúið svolítið tekjuhliðina. BSRB talar eignaskatta eða ég býst við að meina auðlegðarskatta, hækkun fjármagnstekjuskatts, hækkun auðlindagjalds. Ef að ég mætti gefa þér 3 óskir skattahækkanir, hvað myndirðu velja? Mér fyndið að spyrja hagfræðing skattahækkanir, það getur örugglega fyndið ýmsar leiðir, en mín uppáhalds skattahækkun á þessu sinni þessi hvalrekaskattur. Hann tímabundinn og hann einungis til þess að standa af sig þennan storm. Það sem maður lendir í þegar maður ræðir skattahækkanir. Þetta eru 2 mismunandi umræður. Það að segja, eitt bara að breyta skattkerfinu og gera það sanngjarnt og síðan annað að standa að sér þennan storm sem þessi verðbólga Ef við byrjum á þessum tímabundnu sköttum, þá erum við að fara framhjá, þá þurfum við ekki að lenda í þeirra hættu að kannski minni fjárfesting í einhverjum atvinnugreinum eða að fyrirtæki byrji ekki vegna þess að þau eru ofsköttuð eða eitthvað svoleiðis. Vegna þess að þetta er jafnvel bara eingreiðslu skattur eða eitthvað sem mjög tímabundið og ef þú fjárfesta eitthvað lítur til langtíma. Þannig að ef að fjárfestar halda þessi hvalrekaskattar lækka aftur, þá mun það ekki hafa nein áhrif á þessi skattur mun ekki hafa áhrif á þeirra fjárfesta hegðun. En ef við talar langtímaskatta, þá getur alltaf lent í þessu. En auðvitað er það bara eilíf spurning einmitt skatta á fjármagn og skatta á sjávarútveginn, hvernig þeim sé best hagað og ég get ekki sagt til það hvernig skatturinn á að vera þar, en við vitum allavega báðir að þetta eru óvinsælir skattar og eða skattstigið á þeim akkurat núna er óvinsælt. Og það held ég alveg ágætis ákall eftir breytingum þar. En Jónas, þú þú meina þessu óvinsælt að því að það er svo lágt, ekki að það sé hátt. Skattstigið, en þú nefnir hvalrekaskatt og það er talað það í Evrópu og það er oft í samhengi við skyndilegan ógnarhagnað orkufyrirtækja, þar sem að orkuverð hefur hækkað út af skort á gasi, en það hækkar líka hjá þeim sem að framleiða orku með rafmagni eða kjarnorku eða vindi og hverju sem er. Þannig það svolítið svona augljóst að það rak hvalur á fjörur. Hvar er hvalrekinn á Íslandi? Já, hún er ekki jafn augljós, en það eru ýmis fyrirtæki, ýmsir atvinnuvegir sem hafa hagnast á utanaðkomandi aðstæðum og aðstæðum sem hafa ekkert að gera með það hversu vel þessi fyrirtæki eru rekin. Og það er náttúrulega fjármálageirinn, ef við förum aftur í COVID, þá voru fjármálafyrirtæki, það var ágætis hvalreki fyrir þá að fá mjög mikið af ódýru fjármagni inn í kerfið og fólk sem gat ekki eytt peningum sínum í neyslu og byrjaði að spara og fékk þá mikið af nýjum innlánum inn í kerfið og það hafði ekkert með það að gera hversu vel rekin Íslandsbanki eða Landsbankinn var. Og svo nefndi Gylfi Zoëga, hagfræðingur, að Úkraínustríðið hefur verið gjöfult íslensku sjávarútvegsfyrirtækjum. Það sem og álverunum, gríðarlega hækkun á áli. Algjörlega, herra afurðaverð og svo líka eru markaðir að opnast fyrir fiskinn allavega, þá eru Bretar að þeir kaupa ekki rússneskan fisk eða einhverju Evrópuþjóðir og það hækkar líka afurðaverðið á fiskinum. Þannig að það er einhverjir ángar þarna sem er hægt að taka af, en ég er algjörlega sammála, þetta er miklu augljósari hvalreki þarna hjá orkufyrirtækjum á meginlandi Evrópu. Það er kannski ástæða fyrir því að þessi skattar hafi nú þegar verið innleiddir þar.
Það er náttúrulega, ég nefndi líka áðan hækkun á auðlindagjaldi í fiskeldi í Noregi sem svona dæmi sem kannski líkar að því sem að þú ert að vísa til. En ég held að það sé byggt upp á svona hefðbundnum auðlindarökum. En það er eitt af því að í Englandi og þú ert að leggja til að taka fé frá fyrirtækjaeigundum og fjármagnseigundum. Forsætisráðurinn hjá þér, Liz Truss, hún talar þetta, þá sem að leggja þetta til eru ég man ekki hvað hún kallar það, anti-growth coalition, eitthvað svoleiðis. Þannig að þú ert þá í bandalagi með þeim sem að ætla að grafa, sem að ætla ekki að veðja á aukin vöxt, að við getum vaxið út úr vandanum, heldur eftir að leggja til þess að taka peninga frá fjármagnseigundum og fyrirtækjaeigundum sem að Liz Truss segir að sé fólkið sem að veit best með hvernig á að fara með peningana, þess vegna eru eiga þau á og það sé algjört glapræði fyrir ríkisvaldi að teygja sig og ætla að fara að taka peninga af þeim sem kunna best með þá að fara. Já, það er hennar sjónarmið en hvorki ég né fjármála markaðir alþjóðlegir eru bera mikið traust til þessar aðgerða og það má kannski bara sjá það best þegar hann var næstuði fjármálarhrun bara fyrir nokkru viku síðan þegar fjárlagafrumvarpið var kynnt í Bretlandi og það sem ætlaði að tilkynntu svona mikla skattalækkanir en sýndu ekki hvernig ætlaði að fjármagna þá rekstur ríkisins. Þannig að lækka skatta þýðir ekki alltaf mun ekki alltaf hvetja til hagvaxtar. Nei. Og síður en svo. Og einhver leyti hefur markaðirnir misst trúna á nýfrjálshyggjunni sem að Liz Truss að boða. Já, allavega, sko, ef hún vildi, ef hann langar að vera að lækka skatta og vera fylgja sinni nýfrjálshyggju stefnum, það þarf hann líka að draga úr ríkisþjónustu, en hún veit bara að það er miklu óvinsælla og erfiðara pólitískt séð. Þannig að það þýðir ekki bara að fara með hálfkvenna vísur. Nei. Má ég koma inn á aukaspurningu að því að það hefur Bjarni Benediktsson gagnrýndur frá samtökum atvinnulífsins viðskiptablaðinu, hann gagnrýndur frá hægri að 90 milljarða halli á ríkissjóði sé óbáðlegur. Geturðu tekið undir það, að það sé of mikill halli á ríkissjóði miðað við efnahagsástandið í dag? Nei, ég get nú ekki tekið undir það, en ég get reynda tekið undir það að það er sko kerfislegur vandi í ríkisfjármálum og við erum með of mikinn halla og hann var kominn áður en COVID-faraldurinn var kominn og það er bara, hann þarna vegna þess að stjórnmálamenn, hvort sem þeir eru hægri sinnaðir eða vinstri sinnaðir, eru gjarnir á að skapa halla og auka skuldsetningu. Hægri megin frá með að lækka skatta og vinstra megin frá með að auka útgjöld, en þetta eru bara tvær hliðar sama peningi. Þannig að til þess að fá aga í ríkisfjármálum þá þyrfti að fara að gera einhverjar óvinsælar ákvarðanir, annarkvort á tekju eða útgjaldahliðinni. Og það hefur engin ríkisstjórn hingað til verið nógu kannski prúdent með það. Það þarf annarkvort að hækka skatta eða skera niður og kannski ætti umræðina snúast. Það er ekki klókt að vera með viðvarandi halla sem að kannski byggist á því að stjórnmálafólkið getur ekki tekið ákvarðanir hvernig á að stoppa. Já, nákvæmlega. Það er bara þessi freistni vandi, sko. Já. Herðu, Jónas, þakka kærlega fyrir að staldra hérna við rauðaborðið og alltaf gaman að heyra í þér, en við ætlum að láta þetta verða síðasta atriðið í þættinum í kvöld. Hér á morgun heldur, nei, það er 50 dagur. Rauðaborðið verður næst á mánudaginn klukkan 8, en við verðum með helgarútgáfu sem við kynnum síðar. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir og ykkur sem hafa hlustað. Bend ykkur enn og aftur á að þið getið aðstoða okkur við að byggja upp dreifikerfið með því að læka síður samstöðurna bæði á YouTube og á Facebook. Þið getið líka stutt uppbyggingu samstöðurna með því að ganga í Alþýðufélagið sem er svona fjárhagslegur bakkjarl samstöðurnar. Það kostar eins og 2 kaffibóllar á mánuði eða svo á kaffihúsi. Hvet ykkur til þess að gera það, en annars sé ég bara góða nótt.